Unfortunately, it's not an Icelandic hymnal, but yeah. Sing along with me. I think we should. Okay. Okay. 408. 408. Okay, so we will just change. Our opening song is found on hymnal number 408. 401 rather, sorry. It's so sweet to trust in Jesus, just to trust in all His words, just to rest upon His promise, just to know and accept His love. Jesus, Jesus, I will trust you, so just
Let us pray. Skulum biðja. Our dear Heavenly Father, Himneski Fadir, thank you for this wonderful Sabbath day við that you þakka have. þér fyrir þennan dásamlega hvílata sem við njótum Thank you for the guidance and protection throughout the week. og þakka þér fyrir leiðsögn í gegnum og vernd í gegnum vikuna sem er liðin. Please be with us today Vilt þú vera með okkur í dag sérstaklega as we worship you. þegar við tilbiðjum þig? Please forgive us from all our sins. Vilt þú fyrirgefa okkur allt sem við gert gegn þér? In Jesus' name we pray. Í Amen. nafni Jesú Krist biðjum við. Amen. I would like to read a quote of Ellen G. White, Við langar til að lesa fyrir okkur tilvitnum frá Ellen White which can be found in one of her manuscripts, sem er hægt að finna í einnum handriti hjá henni the Stewardship Ministries. og það heitir, Stewardship Ministries. það er hérna, Stewardship Ministries Page 159. á blaðsíðu 159. Okay. You can read there Það er þetta að lesa þar about what is the advice of Ellen G. White about tithes and offerings. það er leiðsögn Eleanor White tíund og gjafir. I would like to read. Við langar til að lesa A faithful tithe is the Lord's portion. og trúfast tíund er eitthvað sem á að gefa Guði. To withhold it is to rob God. Og það að taka og halda aftur af tíundu og gjöfum er eiginlega rán. Every man should freely and willingly and gladly bring tithes and offerings Við ættum öll viljulega og með gleði gefa tíund og gjafir into the storehouse of the Lord, í forðabúrið sem er forðabúr Guðs. because in so doing Og því að með því að gera þetta, there is a blessing. það felst í þessu blessun. There is no safety in withholding from God. Það er engin öryggi í því að halda aftur af þessum hlutum, His own portion. aftur af því sem er í raun hans eign. Okay. So for this time, our tithes and offerings, we have. Okay. Yeah. We don't usually collect it here. Við tökum Okay. ekki upp gjafirnar hérna með eins og við gerðum hér áður fyrr. But you can give your tithes and offerings at the back door or at the front door. On that area, there is We something that you can Getum use. gefið tíund og gjafir hérna þegar við göngum út. Þar er posi og svo líka póka sem ættir að leggja í bara reiðufé. Yeah, to give your tithes and love offering to Til our þess Lord. að skilja þar eftir And- tíund og gjafir. And I think there is also a bank account for the church that where you can deposit your. Og svo líka hægt að leggja inn á posan og það fer í banka kirkjunar. Okay, so may I request everybody to let us pray. Nú skulum við biðja saman. Let us pray. Já, við biðjum. Our most gracious and kind Heavenly Father, Drottinn náðaríki Guð, thank you so much for all the blessings we receive from you. þakka þér fyrir alla þær blessanir sem við njótum frá þinni hendi, Drottinn. You're such a loving and kind Heavenly Father that we have. Þú ert kærleiksríkur og undursamlegur Drottinn og Faðir. You have provided everything that we need, Og þú gefur okkur allt sem við þurfum á að halda. despite that we don't deserve your goodness to us. Þó við í raun velskuldum ekki það sem gefur okkur. We want to praise you and thank you so much, Lord. Við viljum lofa þig og þakka þér, Drottinn, svo mikið. Lord, we pray that may you continue to bless us. Og Drottinn, við biðjum að þú í áframhaldi blessir okkur. Bless our jobs Blessir starfsem okkar or any means where we can get to sustain our needs. og allt sem við þurfum á að halda til þess að viðhalda lífinu. Help us, O Lord, to be always have the heart of gratitude. Þakka þér, Drottinn, hjálpaðu okkur til þess að alltaf að hafa þakklæti til þín efst í huga. May it be, Lord, that all the blessings you are giving unto us
Drottinn, við þökkum fyrir alla það blessanir sem við njótum frá þín hendi. that we can also become blessings to other people. Þannig að við mættum líka verða öðrum blessun. Help us to share and give, Mættum við vera tilbúin að deila með öðrum og gefa. that others may see Jesus in us. Þannig að aðrir mættu sjá Jesú Krist í okkur. Thank you so much, Lord, for all the promises Drottinn, við þökkum þér alla þín öll fyrirheitin sem þú gefur okkur, that you have given unto us. sem þú hefur gefur okkur. Please, Lord, accept our tithes and offerings. Drottinn, meðtak nú gjafir okkar og tíund May it be, Lord, that all these gifts that we are going to give to you og alla þær gjafir sem við nú færum þér, will be used in the furtherance of your að word, þeir verði þá nýttar í það að koma ríki þínu áfram so that í your, heiminum. so that your work will be finished. Þannig að starf þitt megi ná fullnustu og árangri And soon you will come og að þú mættir koma brátt til En- í skýjum heimins á nýju and take us in that heavenly home you are preparing for each one of us. og taka okkur til hins himneska ríkis í því ríki sem þú ert undirbýrt fyrir okkur. Thank you so much, Lord. Drottinn, við þökkum þér svo mikið. In Jesus' name we Í pray. Jesú nafni biðjum við. Amen. Amen. Okay. Scripture reading. I have here. Okay. Scripture reading. Yeah. Our scripture reading is found in 2 Corinthians 6 verse 1 to 2. 1 and 2. So, Við ætlum að lesa ritningaversið og það í öðru Korinthubréfi. 2 Corinthians 6 verse 1 to 2. 1 and 2. 7. kapla 1 og 2. In our work together with God, then we beg you who have received God's grace not to let it be wasted. For he says, "In the time of my favor I heard you, and in the day of salvation I helped you." I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Það annað Korinthubréf 6, 1 og 2 sem samverkamenn hans áminnum við yður einnig að þér látið ekki náð Guðs sem þér hafið þegið verða til einskis. Hann segir, á hagkvæmri tíð bænheyrði ég þig, á hjálpræðisdegi hjálpaði ég þér, nú hagkvæm tíð, nú hjálpræðisdagur. Let's pray. Biðjum. Our dear God, Heavenly Father, Himneski Faðir, this morning, að nú í dag, as we worship you, þegar við nú tilbiðjum þig, may you bless us, O Lord, viltu þá úthella blessun þinni, Drottinn, that the words þannig að þau orð about you þig that we'll be learning, sem við berum fram, we may apply it in our að lives við getum hagnýtt þau í okkar lífum and be a light to other people. og líka að vera til blessunar öðrum. May you bless our speaker. Vilt þú blessa þá persónu sem ætlar að bera fram orðið í dag? May you give her wisdom Þú gefa henni visku that she may preach to us að hún megi boða orðið okkur, the messages you want us to have in our þann lives. boðskap sem þú vilt að við höfum og geymum í hjörtum okkar. May you just continue to bless us throughout this day. Drottinn, viltu halda áfram að blessa okkur í gegnum þennan dag Forgive our sins. og fyrirgefa okkur misgjörður okkar. In Jesus' name I pray. Í nafni Jesú Krist bið ég. Amen. Amen. Kemur barnasaga. Yeah. May I request the kids?
we have. Krakkar, komið hérna og verðið come in fremst hjá front okkur. and we will have a simple children's story. Það er stutt barnasaga. Maybe it would be nice if we will sit here. Mikael Nóa er hérna ykkur stað líka, held ég. Er hann ykkur stað? Þarna bara. He's out in the snow. I have a story Það er sögu hérna fyrir ykkur. about a boy named Johnny. Það er saga dreng sem heitir Johnny. Okay. Johnny is about to celebrate his birthday. Hann ætlar að fara að halda upp á ammæli sitt. He will be turning 15th, Hann verður 15 ára okay, tomorrow. á morgun And he is so excited. og hann bara hlakkar svo mikið til. So, when the following morning, Og svo næsta dag, after coming to school, eftir að hafa farið í skóla, his mother handed him an envelope. þá afhendi mammans honum umslag. Yeah. This envelope was given to him, to Johnny, as his birthday present. Og þetta fékk hann sem ammælisgjöf. His uncle's name is Uncle Dave. Og frend hans heitir frendi James. Dave. David. Yeah, Dave. Okay, David. Okay, we'll just call it Dave. David. Dave. Yeah. Yeah. Because his uncle cannot come and celebrate his birthday, he just sent this envelope as his gift to him. Og í ammæli þá fékk hann þetta sem já, hann kemur. Wow. Okay. Hæ, Yeah. hæ. So Johnny is so excited to see what is inside the envelope. Og Johnny svo spenntur. Hvað skildi vera í þessum umslagi? Okay, so let us see what is inside. Kíkjum á hvað inni í umslaginu. Okay, Johnny has a card, birthday card from his uncle. Það bara ammæliskort Okay, frá frendans. Okay. Uncle David is greeting him. Happy 15th birthday, Johnny. Til hamingju með ammælið frendans. Well, Johnny is reading the birthday card. Þegar Johnny að lesa ammæliskortið, He saw that there is still something inside the envelope. og þá Wow. í umslaginu. It's a cash. Og það bara peningar. Johnny's eyes turn to wow, it becomes big. Augu hans glettust upp, wow. Let us count how many bills. One, Margir seðlar hér. 1, 2, 5. So Johnny received 5,000 kronor. Svo hann fékk 5.000 kall. Okay, as his gift. What is Johnny going to do with this cash? Það er óskupin að Johnny að gera þessa peninga. Okay, Uncle Dave instructed Johnny that this cash, Johnny will use it to buy a special gift for himself. Og þá segir hann að frendi við Dave að hann eigi að kaupa einhverja sérstaklega gjöf. But there is an instruction. Og það leiðbeiningar. Okay, Uncle Dave said,
Og hérna frendi Jan- Davíð sagði, Okay, Johnny, you use the money to buy something good. og þú átti að borga, þú átti að kaupa eitthvað sem gott. You buy a gift for yourself that is something good. Og þú átti að kaupa gjöf handa sjálfum þér sem eitthvað góð gjöf. If you buy something good, Ef þú kaupir eitthvað gott, I will also buy something good for you when I return home. og þá ætla ég að kaupa eitthvað gott fyrir þig líka þegar ég kem heim. But if you buy something silly, En ef þú kaupir eitthvað sem svona vitlaust, I will also buy something silly for you when I get home. þá ætla ég að líka kaupa eitthvað sem svolítið skrítið fyrir þig. Okay, so Johnny was so think so hard, so challenging. He said, "What is something good that I will buy for this?" Og þá það að Johnny segir, ég bara velti fyrir mig hvað í óskum getur það verið sem eitthvað gott sem ég ekki keypt. So Johnny started to think. Og hann byrjaði að hugsa mjög mikið þetta. So he listed some possible things that he can buy. Og hann fór að velta fyrir sér hluti sem hann geti keypt. So he thought of buying first a new light for his bike. Fyrsta sem hann datt í hug, það var nýtt ljós fyrir hjólið sitt. Second one is he thought of buying another hot car wheel model to add to his collections. Og nummer tvö, þá var hann geti keypt bara bíl sem í svona leikfangabíl í safnið fyrir sig. And the third one, since he is very good in drawing, he wants to buy drawing set materials. Og nummer þrjú, what? Drawing set materials, the drawing. Coloring books, Okay. pencils. Hann gæti keypt einhverja liti fyrir bókina, fyrir litabókina. So that's all the possible things that he wants to buy. Og þetta var það sem hann datt í hug. Johnny has a sister named Betty. Johnny átti systur sem Betty. Johnny said to his sister, Betty, can you accompany me on Friday so we can go to the shopping nearby and buy something for myself? Og sagði hann við Betty, heyrðu, getur þú komið með mér í búðina á föstudaginn? Þá getum við keypt einhverja gjöf. So Betty said, yes, I will, and she is so excited. Og hún var spennt, Betty, og þetta ætlar hann að fara. So, but unfortunately, during Thursday, Betty got sick. En því miður á fimmtudegi þá bara Betty bara veik Betty had a sore throat. og bara illt í hálsinn. And then Betty said, okay, I wish I will get well better tomorrow so I can accompany you. Hann segi, ég vona mig líf betur á morgun, þá get ég komið með þér. So, as the days go on, Friday finished, then the following day, Friday, too bad Betty's sore throat got worse. En það var bara því miður á föstudaginn þá var leið Betty bara verð. So, Betty cannot go with Johnny. And so Johnny decided to just go to the shop to buy gifts. En svo að Betty komst ekki og Johnny segir, ég bara fyrir sjálfur. Okay. So Johnny was in the shopping store. Svo hann fór í búðina. While he was in the shopping store, Þegar hann í búðinni þá he tried to check on stuff on the stores if he can find the things that he wants to buy. og þá var hann að leita í búðina eitthvað sem hann gæti mögulega keypt. Then in one counter, his mind changed when he saw a poster. Okay, so this poster was not in the list that he wants to buy. Leita hann á svona plakat sem, en það var ekkert á listanum sem hann var ætlaði sér að kaupa. Because, okay, so the poster looks like this. Okay. It is a big giant gorilla
plakkatinu, þá var svona mynd af górinu. which has it has a quote there that says, "Nobody is going to push me around." Og þá sagði hérna, það enginn sem ætlar að íta mér eða að koma mér til þess að gera neitt sem ég vil ekki. John is thinking, "Wow, this poster is a good idea. I will put in my room." Og þá hugsaði Johnny, heyrðu, ég er fínt að fá svona plakkat, ég ætla að setja þetta á vegginn upp í herberginu mínu. So that when my classmates will come and visit me, Svo þegar bekkjarfélagar mínir koma að heimsækja mig, they will see this poster inside my room. þá muni þið sjá þennan veggmynd hérna í herberginu mínu. So he just buy this one. So instead of buying the one in the list that he had thought of, he just Hann buy this one. kaupir hann bara þennan The poster. veggmynd, póster, og ekki það sem hann hafði datt í hug áður. So he was so excited. He went home. Svo hann fer heim, So upon going home, he's kemur heim, shouting, "Betty, Betty, þá segir hann, Betty, are you at home? I'm here." ég hef fundið gjöf. Okay, but nobody's answering him. En það enginn sem svarar hann. And he saw the doctor is in the house. Og þá sér hann það að læknirinn komin heim til þeirra. What happened to Betty? En hvað gerðist með Betty? Betty had a fever. Og Betty var með hita. Okay, so Betty is so sad. Og svo Betty líður bara mjög illa. Johnny feels so sad also. Og Johnny hann bara leiður yfir þessu. So without saying any word to Betty, Svo hann segir ekkert við hana. Johnny went back to the store shop, Svo að þá fór Johnny aftur í búðina. carrying the poster. Fór með veggmyndina með sér. He said to the store manager, Sagði við hann sem rekur búðina. "Hey sir, Það til miður. herra, can I exchange the poster with your 2 golden fish with an aquarium glass?" Geti ég skipta þessum veggmynd með, Aquarium. smá yeah, kér yeah. með Yeah. fiskabúr. Okay. The store manager is questioning why. Og þá spyr sá sem rekur búðina, hvernig stendur á því? So Johnny tried to explain why he wants to exchange the poster with the 2 golden fish. Og þá reynir Johnny að skýra þá hvers vegna við skipta á þessari veggmynd með svona 2 gullfiskum. Okay. The store manager understand and decided to give what Johnny wants. Og sá sem rekur búðina, hann ákveða að gera þetta fyrir hann, Johnny. So Johnny went home immediately Og Johnny flýtti sér heim. and he gave the golden fish with a aquarium to his sister Betty. Svo Johnny fer heim og gefur systur sinni þessa gullfiska með kerinu. Betty suddenly smiled and said thank you to Johnny. Og Betty hún brosir til bróður síns og þakkar Johnny. But at the same time, she felt sorry because Johnny need to sacrifice his gifts for. Hún var svolítið leið því að hún sá að hann þurfti þannig að fórna einhverju í In- gjöfinni sem hann ætlaði að fá. Instead of buying gifts for himself, he buy for Betty. Og í stað þess að ætla að kaupa eitthvað fyrir sjálfa sig, þá er hann að gefa eitthvað til Betty. And then suddenly the door, En svo There's allt í einu er banka á dyrnar. there's a knock, somebody's knocking at the door. Það einhver að banka And it was Uncle Dave. og þá allt í einu komin frendin Dave. Uncle Dave, finally learned about the story of the 2 golden fish. Og frendin hefði þá heyrt söguna þessa 2 gullfiska. So he said to Johnny, "Let us go back to the store," Og þá sagði hann til Johnny, förum aftur í búðina. because he was amazed of what Johnny did. Og
honum finnst það frábært það sem Johnny hefði gert. So, so Uncle Dave said, okay, I will buy you a 2 golden fish, Johnny, with an aquarium. Þá sagði hann til Uncle Dave, Johnny, ég ætla að kaupa þessa 2 fiska. And he also had a car wheel for an additional collection to Johnny's toys. En svo sagði hann, ég ætla líka að kaupa svona leikfangabíl fyrir þig. And also the store manager suddenly came, Johnny, Og svo kemur allt í einu sá sem rekur búðina. Johnny was surprised. Og sagði Johnny, og Johnny var mjög hissa. He thought that the store manager is giving her the poster that he exchanged. Og svo þá fær allt í einu Johnny gjöf þessa veggmynd sem hann hafði alltaf að skila. But this time, the poster is not about the gorilla anymore. En nú allt í einu veggmyndin ekki mynd af górillu lengur. So it is a picture of an elephant eating a big peanut, and it has a message there saying, Og þá það mynd af fíl með svona stóra netur, jarðnetur. it says in the poster, good deeds always bring giant-sized happiness to others. Og þá stendur góð verk. Þau kom alltaf með stórkostlega stóra gleði þegar við gefum öðrum. Okay, remember kids, in the Bible, Þið vitið krakkar í Biblíunni, in Acts 20 verse 35, í 20. kafla Apostolasögunar. can you read? In everything Acts 20 verse 35, in everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words the Lord Jesus himself said, it is more blessed to give than to receive. Þetta. Og í öllu sem ég gerði, þá sýndi ég ykkur með erfiðisvinnu sem ég lagði mig fram, að það meira blessun felst í því að gefa heldur en að taka við. Okay, so always remember, it is more blessed to give than receive. Og munum það alltaf að það meiri blessun sem felst í því að gefa heldur en að meðtaka. This is the story. The sky already blue, way off for everything. But my heart glows like a fist. I wanna love you better than this. Before I fall to my knees, I know it's time to pray for change. Give all I have to give.
I wanna love you better than this. So renew me, remake me, undo me, unbreak me. Come into the empty spaces of my broken places and consume me, complete me, pursue me, redeem me. Let your Holy Spirit living through me renew me. I need you as my refuge, my first and last resort. Be the river always running through my deepest thoughts. Keep me in your arms, 'cause even when I drift, I wanna love you better than this. So renew me, remake me, undo me, unbreak me. Come into the empty spaces of my broken places and consume me, complete me, pursue me, redeem me. Let your Holy Spirit living through me and renew me. Thank you, Gwen, Venice, and Amber for the wonderful message in song. Takk stelpur fyrir það, fyrir söngin. Good morning and happy Sabbath to all. Góðan dag og gleðilegan hvíldadag öll. I would like to thank God for bringing us here together once again to Og worship. ég vil þakka drottni fyrir það að hann með okkur hér í dag. Yeah, to worship and study His word. Að við getum komið hér til þess að rannsaka hans orð, til þess að tilbiðja hann. Our key text this morning Lykil textin hjá okkur í dag is found in 2 Corinthians chapter 6 verses 1 and 2. í öðru Korintubréfi, 7. kafla, fyrstu 2 versin. Should I read in English first? Yes. Okay. We then, as workers together with him, also plead you not to receive the grace of God in vain. For he says, in the time of my favor, I have heard you. And in the day of salvation, I have helped you. Behold, now is the time of God's favor. Behold, now is the day of salvation. Sem samverkamenn hans áminnum við yður einnig að þér látið ekki náð Guðs sem þér hafið þegið verða til einskis. Hann segir, á hagkvæmum tíma, hagkvæmri tíð, bæn heyrði ég þig og hjálpariði stegi, hjálpa ég þér. Nú hagkvæm tíð, nú hjálpariðis dagur. Let us pray. Við skulum biðja. Our dear, great, and kind, loving Heavenly Father, Kærleiksríki Guð, we humbly come to your throne of grace við komum fram fyrir þig í auðmýkt, fram fyrir náðarhásæti þitt We would like to thank you for this wonderful Sabbath day. og þökkum þér fyrir þennan undursamlega hvíldadag sem við njótum. Thank you for the guidance and protection throughout the week. Þakka þér fyrir leiðsögnina og handleiðslu í gegnum vikuna.
and for the many blessings that you have poured to each one of og us. margar blessanir sem þú hefur gefið okkur. Thank you, dear Heavenly Father, for bringing us here together once again Drottin, takka þér fyrir að við komum hér saman enn á ný to worship thy name. til þess að tilbiðja þig. Dear Lord, Drottin, please cleanse us from all of our unrighteousness, hreinsað okkar af öllu syndum okkar, so that we may worthy to worship and receive your Amen. blessings this day. þannig að við getum vorðin notið blessana þinna og fengið frá þér. And also, dear Lord, Og líka Drottin, as I impart your words, að við nú byrjum að líta á þitt orð, please take my mouth and speak through them. vilt þú nú hreinsa munn minn þannig ég megi tala fram þitt orð hreint og ómengað. Take our minds and think through them. Og vilt þú Drottin hafa áhrif á hug okkar þannig að við getum, að þú getur leitt hugsanir okkar. Take our hearts and set them on fire with love for you. Og megi hjörtu okkar tendrast í eldmóði fyrir þitt starf. In Jesus' name we pray. Við biðjum í Jesú nafni. Amen. Amen. Today we're going to talk about New Year's resolution Og það sem ég langar til að tala í dag eru nýársheit for 2025. fyrir þetta ár 2025. So, I would like to ask you a question. Mér langar til að leggja spurningu fyrir ykkur. Have you had any New Year's resolutions? Hafið þið tekið eitthvað svona nýársheit? Or do you always have a New Year's resolution each start of the year? Eða það alltaf ykkur hlut af nýja árinu hjá ykkur? Hope this message is not yet late since we just started the 20. Ég vona að þetta sé ekki seint að við séum að þessu núna í lok janúar. So, what is your New Year's resolution if you have one? Og hver ykkur nýjársheit? Ef þið hafið fundist við eitthvað svoleiðis. So, no need to answer me back. Þið þurfið sem ekki að spyrja að svara mér. Okay. A typical New Year's resolution, En dæmigerð nýjársheit eftirfarandi. yeah, which I always do, Eitthvað sem ég ger alltaf. like I will start doing diet. Að þá það nummer 1, ég ætla að borða minna eða fara á megrunarkúr I will lose my weight, og verða léttari do more exercise, og fara svolítið meira út í hreyfingu, or walking, ganga or limit the shopping online, or spend less, og vesla svolítið minna á netinu and like save more this year. og spara meira. So, what type of resolution should we make and keep? Og hvers konar heit ættum við að gera og viðhalda? As the new year begins, Sem nýárið hefst, I am reminded of the fact that we are 1 year closer og þá ég minnt á það að við erum einu ári nær to the day of our death, að degi dauða okkar, or the day the Lord returns. eða þeim degi þegar Drottinn kemur aftur. That day when we shall stand before the Lord in judgment. Eða að einum degi nær þeim degi þegar við stöndum frammi fyrir dómi Guðs. In 2 Corinthians chapter 5 verses 10, Öðru Korintubréfi í 5. kafla 10. versi, it says, þar stendur, I will read first, lestu, for we must appear before the judgment seat of Christ, so each of us may receive what is due for us, for the things done while in the body, whether good or bad. Því að öllum oss ber að birtast fyrir dómstóli Krists, til þess að sérhvert fái það endurgoldið sem hann hefur aðhafst í líkamanum, hvort sem það gott eða illt.
I am reminded that we are 1 year closer to that day when God or He will say, in Matthew chapter 25, verses 34, it says, "Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world." Og ég mynd á það að við stöndum öll einum degi nær eða hver einu ári nær því þegar Drottinn segir, þannig í Mattheus 25, 34, við skal sjá hvað það er, og Jesús sagði við hann, sannlega segi ég þér á þessari nóttu, 34, 25, 34. Yeah, I'm in one chapter wrong, sorry. 34. It sounds so. Og þá mun konungurinn segja við þá til hægri, komið þér, hinir blessuðu föður míns, og takið að erfðu ríkið sem yður búið frá grundvöllun heims. Or either God will say, Eða þá að Drottinn mun segja, in Matthew chapter 25, verse 41, það í 41. versi í sama kaflanum, "Depart from me, you who are cursed, into eternal fire, prepared for the devils and his angels." Það stendur, farið frá mér bölvaðir í þenn eilífa eld sem búinn djöflinum og árum hans. Since we are closer one day Síðan þannig að við erum einum degi nær to the day when our final destiny will be forever determined, það þegar bara okkar endalegu örlög eru ákveðin, let me use this opportunity þá ætla ég að nota þetta tækifæri to provoke your mind til þess að ögra huga ykkar og hugsun svo litið. on how have we used this past year, Hvernig höfum við nýtt þetta síðasta ár? and to suggest some resolutions for this year. Og stinga upp á einhverjum ákvörðunum heitum sem við höfum gert á þessu nýjári. Let us go back and think of the previous year that has gone, Og veltum fyrir okkur þessu ári sem gengið nú síðasta ári. let us ask ourselves Og spyrja okkur sjálf, with these three questions. við skulum leggja fyrir okkur sjálf þessi 3 spurningar. First, Númer 1, in the past year, á undangengnu ári has our relationship with God improved? hefur samskipti okkar við Drottinn okkar batnað og elst. Have we drawn nearer to God? Höfum við nálgast Drottinn meira. In James chapter 4, verses 8, it says, Í Jakob bréfi 4. kafla 8. vers segir, "Come near to God, and he will come near you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded." þar stendur Jakob 4:8, nálagið yður Guð og þá mun hann hjálpa yður, nálgast yður, hreinsið hendur yðar þér syndarar og gjörið hjörtu flekklaus þér tvílindir. Have we been faithful in listening to God through his Höfum við word? verið trúfast í að hlusta á orð Guðs. Another year has gone. Að eitt ár í viðbót nú liðið. Did we read through our Bible this year? Lásum við alla Biblíuna í gegn á síðasta ári? If not, Ef ekki, especially if we never have, og eða sérstaklega höfum aldrei gert það, can we honestly say getum við þá hreinskilnislega sagt that we are taking our relationship with God að seriously? við erum að taka í samskipti okkar við Drottinn þarna alvarlega. Have we been steadfast Höfum við verið sterk og hrein og bein in talking to God through prayers? í því að tala við Drottinn okkar í bæninni.
Any effective communication requires two-way. Og öll svona samskipti sem virkilega ná okkur árangri þurfa að ganga báðar leiðir. Therefore, fervent Bible study should be joined with fervent prayer. Þannig að biblíurannsókn þarf að vera líka í tengslum við bænalíf. Has our degree of prayerfulness increased or decreased? Og Last year. þetta bænalíf okkar hefur það elst á undangengna ári, Or do we even remember praying? eða munum við yfir höfuð eftir því að biðja. Do we even communicate with our God? Byrjum við að tala við drottin okkar. The second question is, Númer 2, spurning, has our relationship with our brethren improved? hefur tengsl okkar við bræður okkar og systur elst og styrst? Has our love for one another increased this year? Hefur kærleikur okkar til hvers annars, hefur það styrst? As Apostle Paul says in 1 Thessalonians chapter 4, verse 9, Eins og Páll segir í fyrra Þessalónikubréfi, 4. kafla 9. vers, it says, now about your love for one another, we do not need to write you, for you yourselves has been taught by God to love each other. það stendur, en ekki hafið þér þess þörf að ég skrifi yður bróður kærleikan, því að Guð hefur sjálfur kennt yður að elska hver annan. Are we closer to one another than a year ago? Erum við nærri hvort öðru heldur en á síðasta ári? Have we been to the homes of our brethren? Höfum við heimsótt hvort annað? Or have any of them been in our home? Eða höfum við boðið einhverjum af bræðrum og systrum okkar heim til okkar? Have we even greet each church member when we see them here in our Og church? erum við að heilsast sem safnaða sískinni þegar við komum hér í kirkjuna? Do we exert an effort to go to them and say, how are you? Förum við til þeirra og segja, hvernig hefur það? Happy Sabbath, Og gleðilegan hvíladag. or glad seeing you today in the church? Yndislegt að sjá þig í dag í kirkjunni. Or do we even know who our brethren are? Eða vitum við yfir höfuð hvað þið heita? Bræður okkar og systur. Each year brings a new members into the family of God. Og hvert ár þá kemur ykkur nýr inn í kirkjuna til okkar. Have we made an effort to know them? Höfum við gert okkur farum að kynnast þeim? Or even know their names? Eða að muna nöfn þeirra? The third question is, Þriðja spurningin þessi. in the past year, Á síðasta árinu has our relationship with those in the world improved? hefur tengsl okkar við þá sem eru utan kirkjunar, hefur þau tengsl styrst. As people of God, Sem fólk Guðs we have an important responsibility towards those in the world. þá höfum við sérstakt hlutverk að gegna við þeim sem í heiminum. In Matthew chapter 5, verse 13 to 16, Og í Matteus og Guðspjalli í 5. kafla 13 til 16 stendur, may I read? svo reyður, lest, já. You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. In verse 14 it says, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Það í Matteus 5:13. Þér eru salt jarðar. Ef saltið dofnar, með hverju á þá að selta það? Það þá til einskis nýtt, menn fleygja því út og tróða undir fótum.
Þér eruð ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur, fær ekki dulist, ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljós yðar meðal mannana, að þeir sjáu góð verk yðar og vegsami föður yðar sem er á himnum. Our responsibility is to be a positive influence. Okkar hlutverk er að vera jákvæð, hafa jákvæð áhrif. For we or you are the salt of the earth. Því að við erum salt jarðar. And to demonstrate a better way. Og til þess að sýna í sýnikenslu betri leið. Because we or you are the light of the world. Því að við erum öll ljós heimsins. Have we made progress this year in developing meaningful relationship with our people in the world? Höfum við náð árangri í að eignast betri tengsl við fólk út í heiminum? So that the light of Christ can be seen in our lives. Þannig að ljós birtan í lífi okkar geti skinið til annara. So the gospel of Christ can be communicated through them to them. Þannig að fagnaðarerindi Krists geti verið borið út til þeirra. Or are we like neighbors in this day age? Eða erum við eins og nágrannar bara í þessum heimi hér? Living next to each other, Að við búum bara nálægt hvor öðrum, but not really knowing each other. en þekkjumst ekki. Or not minding who our neighbors, our classmates, and workmates are. Eða pæla í því hver eru nágrannar okkar eða bekkjarfélagar eða fólki sem við umgangumst. The question I am raising can be summarized in this way. Og þessi spurningar sem ég til að setja fram hérna, það geta við hægt að draga það saman á eftirfarandi hátt. Another year has gone by. Annað ár hefur liðið, enn eitt árið hefur liðið. Have we made good use of the time the Lord has given us? Höfum við nýtt vel þann tíma sem Drottinn hefur gefið okkur? Or have we wasted it? Eða höfum við bara eitt þeim tíma? It is likely that all of us in some degree Og það er líklegt að flest okkar á einhvern hátt have not made good use of the past year. höfum ekki nýtt mjög vel þetta síðasta ár okkar. But in this point, En í þessu atriði let us apply the words of Apostle Paul, which is found nýtum okkur orð Páls postula sem við finnum í Filippibréfinu, in Philippians chapter 3, verse 13 and 14. 3. kafla, 13-14 vers. It says, Það stendur: Brethren, I do not count myself to have apprehended. But one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward for those things which are ahead. I press towards the goal for the prize of the upward call of God in Jesus Christ. Bræður, ekki tel ég sjálf mig enn hafa höndlað það, en eitt gjöri ég. Ég gleymi því sem að baki er, en seilist eftir því sem framundan er. Ég keppi þannig að markinu til verðlaunana á himnum sem Guð hefur kallað oss til fyrir Kristi Jesú. With this attitude of pressing forward, Með þessu viðhorfi að halda áfram og ganga fram, let me suggest the following resolutions for this year. þá ætla ég að stinga upp á eftirfarandi heitum fyrir þetta ár. First Númer 1, is to resolve to draw near to God. það númer 1 að draga, að ákveða að komast nær Drottni okkar. How do we do that? Hvernig gerum við það? By having a daily reading program of God's living and abiding words. Með því að hafa daglegt áform í því að lesa orð Drottins. In Hebrews chapter 4 verse 12 says, Og þá lesum við í Hebreabréfinu 4. kafla: For the word of God is alive and active,
sharper than any double-edged sword. It penetrates even the dividing soul and spirit, joint and marrows. It judges the thought and the attitude of the heart. Því að orð Guðs lifandi og kröftugt og beittari hverju tvíeggjaðu sverði og smýgur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Let us read our Bible, Lesum orðið, the New and Old Testament. Gamla og Nýja testamentið, I heard one recommendation from a pastor. og ég hef fengið eitt ráð frá presti. He says that if we even try to read 3 chapters of the Bible each year, Ef við lesum 3 Each kafla day. each day. each day, Ef sorry, við lesum 3 kafla í Biblíunni á hverjum degi, we will finish reading the whole Bible in a year. þá mun það taka nákvæmlega ár að klára að lesa alla Biblíuna. Isn't it great? Er það ekki frábært? Let us draw near to God by being diligent in prayer. Og við nálgumst Drottinn með því að vera trúfast í bæninni. Let us be a thankful people. Og líka að vera þakklátt einstaklingar. In Colossians 4:12 says, Í Kólusabrifinu 4. kafla 2. versi stendur: it says, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Verið staðfastir í bæninni, vakið og biðjið með þakkargjörð. Perhaps Daniel's custom of praying 3 times daily would be worthy of emulation. or Kannski follow. það að eins og Daniel að biðja 3 sinnum á dag, kannski það er eitthvað sem við ættum að endurtaka. In Daniel chapter 6 verse 10 it says, Í Daniels bók í 7. kafla 10. versi stendur: now when Daniel learned that the decree has been published, he went home to his upstairs room, where the windows opened towards Jerusalem. 3 times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to God, as just he had done before. Og við erum að tala 10. versið hér í 7. kaflanum í Daniels bók. Það stendur, samkvæmt þessu lét konungur gera, this is 6, Verse 10. 6:10. That's not where it's not the right one. Now, Now Daniel learned that the decree has been. You can translate this one in English. en Daniel var þess vísari að þessi skipun var útgefin, gekk hann inn í hús sitt, this is 11 verse, yeah. Þar hafði hann uppi í loftstofu sinni opna glugga og snéru móti Jerúsalem, og þeim 3 sinnum á dag kraup hann á kné, bað til Guðs síns og vegsamaði hann eins og hann hafði áður verið vanur að gera. The second suggestion would be Númer 2, tillagan þessi, is to resolve to become closer to our brethren. að það að nálgast bræður okkar og systur. How do we do this? Hvernig gerum við það? By making it a point to learn everyone's name here in our church. Númer 1, læra að þekkja nöfn hvers og eins hérna í kirkjunni. Each week, Og í hverju viku, let us connect a couple of names and faces until we learn them all. og bara í hverju viku þá skulum við taka 1-2 nöfn bara til þess að vera vissum að við náum að læra að þekkja þau öll. Or having a person or family in our home in each month. Eða að hafa, Like having a person or family. eða að bjóða einhverjum einum eða fjölskyldu að koma og vera með okkur í heimili okkar í hverju viku.
or we visit them in their homes. eða við heimsækjum þau í heimili þeirra. Especially those brethren that we now seldom see in the church. Sérstaklega þá einstaklingar sem við sjaldan hittum í kirkjunni. I have this experience in the Philippines Ég með þetta sérstaklega reynslu sem ég átti á Filippseyjum, in which one Sabbath afternoon, þá var það á hvíldardags eftirmiddegi, instead of having program inside the church, í stað þess að hafa einhverja dagskrá í kirkjunni, our group will go and visit brethren's home. Að þá það fer hópur fólks og heimsækir einhvern í söfnuðinum. Especially those brethren we seldom see on the church. Sérstaklega þá sem það fólk sem við hittum sjaldnast í kirkjunni. Or our brethren who are sick. Eða þá sem eru sjúkir. We offer them songs and we pray for them. Við biðjum fyrir þeim, við syngjum með þeim. We want to let them feel that they are being cared. Og við viljum að þau finni fyrir því að við annumst þau og höfum áhyggjur af þeim. That we are a family of God. Og að við þannig fjölskylda Guðs. And sometimes, og stundum, all of the church members þá það allir í kirkjunni goes outside to have a nature walk in the þá afternoon. förum Sabbath við afternoon. öll saman út og bara förum í göngutúr síðdegis. Or we go to the houses, establishment, Eða við förum til húsa og til stofnana or in the street eða bara og götur úti to distribute or give religious magazines and books. til þess að deila út þarna bókmenntum eða miðum þarna literature, hvað heitir það? Yeah. Já. These activities help us to bond and become closer to each other. Og þetta hjálpar okkur til þess að nálgast betur hvert annað. And it gives us opportunity to share the gospel of Jesus. Og gefur okkur tækifæri til þess að deila fagnaðarerindinu Jesú. The third suggestion will be Þriðja atriðið hér eftirfarandi. Is to resolve to get to know non-Christians better. Að það að kynnast betur þeim sem ekki kristnir einstaklingar. How do we do that? Hvernig gerum við það? By having one new neighbor, classmates, or workmates in our home, maybe each month. Bjóða einhverjum til okkar sem eru kannski nýr nágranni eða í bekkjarfélagi eða ykkur sem vinnur með okkur og bjóða þeim heim einu sinni bara á mánuði. In Galatians chapter 6 verse 10 it says, Og í Galatabréfinu 6:10 stendur: Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially those who belong to the family of believers. Þess að reyna að finna þetta. Það er Galatabréfið 6:10. Það stendur: Þess vegna skulum við meðan tími til gjöra öllum gott og einkum trúbræðrum vorum. How do we know non-Christians better? Hvernig kynnust við betur fólki sem ekki kristið eins og Is to visit our co-workers, our classmates, and our neighbors in their homes. Að það að heimsækja þetta fólk í heimilum þeirra. It is amazing how far simple hospitality and kindness can go. Það ótrúlega hvað bara venjuleg það að taka við einhverjum og mæta fólki hvaða umbreytingu það getur haft í för með sér. It can build a meaningful relationship in which opportunities can be created to share the gospel of Christ. Og það komið á fót einhverju svona innihaldsríkum tengslum þar sem við getum deilt fagnaðarerindi með öðrum.
Okay, I have this one experience last week. Það smá reynsla sem ég átti hérna í síðustu viku. I had this workmates of mine. Það var ykkur sem vinnufélagi minn. She was so nice and friendly to me Hún var góð við mig og vingjarnleg when I was new in the department. og ég var ný á vinnustæðnum. She was the one who teach me everything that I need to know as a new staff. Hún kendi mér allt sem ég þurfti að þekkja þarna í nýri vinnu. Because of her goodness, we become good friends. Og vegna kærleika eða vingjarnleika hennar, þá urðum við góðu vinir. But after a few months, she transferred to another work. En svo fór hún aftur síðar í aðra vinnu Then we lost our communication. og þá einhvern veginn mistum við af þessum tengslum sem við áttum. Then I heard that she got sick. Og svo uppgötaði ég það að hún var veik. I want to visit her, but I did not get the chance. Og ég vildi þetta gjarnan heimsækja hana en ég hafði ekki tækifæri til þess. And last week, if you know Ate Grace, the sister of Judel, Og svo hérna síðustu viku þá Grace sem við kannist kannski við, systirinnar Judel, she invited me to go with her to visit this friend of ours. og þá það hún býður mér að koma og við förum saman til þessa vinar, þessari mannesku. When I came to see her, when we reached the hospice, Og þegar ég kom til hennar og kom þarna í sjúkraheimilið, sjúkrastofnuna, I was devastated when I saw her. þá varð ég mjög hnugginn þegar ég sá hvernig henni leit út. I could not imagine how she was been through and she's going through this time. Og ég gæti tæplega ímynda mig hvað hún verið að fara í gegnum og var að fara í gegnum akkurat á þessum tíma. I was trying to hold my emotions. Og ég var að reyna að hemja bara tilfinningar mínar. I want to let her feel that she's loved and she is being cared. Og mér langaði til þess að sýna henni að hún var elskuð og ég myndi sýna henni umhyggju. I want to pray for her before we left, Og mér langaði til þess að biðja fyrir henni áður en ég fór. but a lot of visitors suddenly came, so En I þá did not allt get í the einu- chance. þá allt í einu kom fullt af gestum í heimsókn og ég hafði ekki tækifæri. So this friend of mine had a good impact in my life. En sem þessi vinkona hafði góð áhrif á líf mitt. Though we don't share the same beliefs, Þó að við trúum ekki eins, but she's a good example. en hún gott dæmi. Thinking of that, Og að íhuga þetta, how much more we Christians, hvað þá miklu fremur við sem kristnir einstaklingar, we are the salt of the earth. að við erum salt jarðarinnar. We are the light bearer. Að við erum þeir sem bera fram ljós heimsins. We can make a great impact Við getum haft stórkostlega mikil áhrif to bring people to Jesus Christ. að laða fólk til Jésu Krist. In conclusion, let me repeat the 3 suggestions that I have made. Og í niðurlagi á því að nefna þessi 3 atriði sem ég hef nefnt hér, að ákvarðanir fyrir árið. First is to resolve to draw near to God. Númer 1, gera þá ákvarðun að nálgast meira drottin okkar. Second is to resolve to become closer to our brethren. Og númer 2, að nálgast bræður okkar og systur. And third is to resolve to get to know non-Christians better. Og númer 3, að gera þá ákvarðun að nálgast fólk sem ekki kristið en þá betur. This resolution may sound simplistic, Þetta getur verið þetta hljómi bara svona einfalt, mjög einfalt. but if we implement it, And it if we- will go a long way. En ef við gerum þetta, komum þessi í verk, þá mun það hafa mikil áhrif. A long way to producing a kind of lifestyle that is becoming of Christians. Og hefur áhrif á að umbreyta lífstíl sem gott fyrir kristi fólk að leggja fram. To increase our relationship to God, to our brethren, and to our fellow non-believers. Að tengjast betur drottni okkar,
okkar trúsískinum og öllum þeim sem ekki eru trúandi ennþá. That will bless our lives and be a blessing to the church and to the community. Og það mun blessa líf okkar og kirkjuna allar og samfélagið. I hope this suggestion for resolutions for this year will help each of us in making a better use of it. Og drottin, ég óska þess að þetta muni hafa góð áhrif á líf okkar. Brethren, Bræður og systur, time is a precious commodity given to us by God. tíminn mjög dýrmætt, eitthvað dýrmættur fjársjóður fyrir okkur. That is truly like a wafer. Þetta voðalega líkt bara gufu. It can easily evaporate and gone. Það mjög einfaldlega getur bara horfið. That needs to be carefully redeemed. Og það sem við þurfum að vernda á mjög sérstakann hátt. As Apostle Paul says in 2 Corinthians 6:1 and 2, En svo Páll segir í öðru Korinthubréfi 6, 1 og 2, we then as workers together with him also plead you not to receive the grace of God in vain. For he says, in the time of my favor I have heard you, and in the day of salvation I have helped you. Behold, now is the time of God's favor. Behold, now is the day of salvation. sem samverkamenn hans ámennum við yður, einnig að þér látið ekki náð Guðs sem þér hafið þegið verða til einskis. Hann segir, á hagkvæmum tíma bænheyrði ég þig og á hjálpræðisdegi hjálpaði ég þér. Nú hagkvæmur tími, hagkvæm tíð. Nú hjálpræðisdagur. May the Lord bless us all and happy Sabbath again. Megi drottin blessa okkur öll og gleðilegan hvíladag. For our closing song, let us sing Redeemed. Og það síðasti sálmurinn sem við ætlum að syngja Redeemed, nummer 225.
Let's pray. Vi skal risa fætur. Can we all stand? Drotten blessed tig og varverdig tig. Drotten laut sina og sjån og lisa over tig, og skjer tig naudigur. Drotten opplift sina og øyligt over tig, og gevet jer frid. Amen.